Já, góðir hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudegi mitt sumar ekki í miðri kreppu, við erum rétt í upphafi kreppunar, líklega fyrir hún ekki að bíta að ráði fyrir en að fjöldi fólks er búinn með uppsagnarfrestinn og komin á grimmar atvinnuleysisbætur og svona önnur einkenni kreppunar er byrjað að hafa dýpri og vanalegri áhrif. Við erum ekki komin í miðja kórónufaraldurinn, var Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að lýsa yfir í dag. Engin merki þess að faraldurinn hafi náð hápunkti á í heiminum öllum. En við höldum áfram að sitja hér og við erum alltaf að reyna átt og gráði hvað áhrif þetta hefur á samfélagin líka, svona bara hvernig samfélag við búum í. Og í kvöld að þá hef ég fengið hingað til mín fólk til þess að ræða um svona vald og valdleysi inn í stóru kerfunum, heilbrigðis- og menntakerfinu. Og þau eru Auður Magdís Auðardóttir sem er doktorsnemi í félagsfræði menntunar, Anna Kristín Blöndal Jóhannsdóttir sem er hjúkrunarfræðingur, Kristinn Már Ársælsson sem er doktorsnemi í félagsfræði og Eirík Sína K.R. Ásgrímsdóttir sem er bókmenntafræðingur og kennari og er núna að vinna rannsóknum líðan kennara. Og mér langar kannski að byrja á þér, Eirík Sína, að því að það sem mér langar svolítið að ræða er svona vald og valdaleysi þessara stóru menntastétta sem er inni í þessum kerfum og kannski hverjir taka svona ákvarðanir það hvert það þróist. En þín rannsókn er kannski bara alveg inni í kennslustofunni sjálfri, hvernig kennurum líður inni í þessum tröllögnu kerfum og Já, sko ekki kannski beint inn í skólastofunni, ég er bara að taka viðtöl akkurat núna. Við erum að vinna þessar rannsókn saman, ég og doktor Kristín Björnsdóttir á menntavísindasviði og ég sé að taka viðtölin og sem sagt við erum að leita svona eftir viðhorfum kennara, hvernig þeim líður og einmitt að spurt vald og völd og þá þegar maður gerir fyrir völdum þá náttúrulega kemur auðvitað inn í það andstæðan valdaleysi og þetta eru löng viðtöl og við erum að spyrja svona hvernig líka stefnarskólan aðgreiningar og fleira. Og talandi völd að þá hitti ég bara kennar í gær og hún fer að spyrja mig rannsóknina og segir svo við mig að kennarar eru orðnir algjört brögg. Ég segi hvað meinar? Já, við höfum engin völd, hún svaraði eiginlega spurningunni. Það eru svo margir aðrir farnir að stjórna og ég hef fundið það, ég er búin að taka núna þetta viðtöl, að það er mikil tilfinning hjá kennurum fyrir valdaleysi og að það er svo verið að taka svo margt nýtt inn eins og einn kennari sagði daginn að allir skólar að slá svo mikið í gegn að við ráðum ekki lengur hvað við kennum, það er alltaf verið að taka inn eitthvað nýtt og svo gleymist það á 2 árum og svo tekið inn eitthvað nýtt og við erum aldrei svona spurð álits og það er einmitt líka, það fylgir orðræðin kennara sem sýnir líka orðræðin kennara endurspeglar ákveðið valdaleysi því að þeir stjórna henni ekki sjálfir. Það er mjög sjaldan talað við kennara eitthvað bjátar á í skólakerfinu. Ef eitthvað kemur illa út í PISA þá það sérfræðingavaldi sem við köllum og finnst þeir oft vera svona okaðar af því og líka bara að þurfa að verja starfið sitt. Þeir segja, já, ég er mjög stolt af vinnunum minni en það er svo erfitt oft að vera út í samfélaginu og þurfa að svara fyrir eitthvað svona gamalt vinnutíma og fleira. Og þeir eru mjög mikið að svara fyrir starfið sitt og þeir upplifa einmitt mikið svona miðstýringarvald. Að það náttúrulega kannski engin stétt í landinu sem er háð svona mörgum valdakerfum eða sem sagt vinnur undir því. Það er ráðuneytið, það er háskólinn, það er sveitarstjórnir, það er skólastjórinn, það eru foreldrarnir og börnin. Og þeir þurfa einhvern veginn að reyna að sætta þetta allt saman. Og finnst það mjög erfitt að mæta öllum þessum kröfum og sem sagt og líka þeir finna ekki leið og virðist ekki vera, ég hef nú skoðað þetta í mörg ár og meðal annars kíkt á þetta í bókmenntum líka, að þeir finna ekki leið til þess að taka eigin orðræðu. Og fyrir 12 og 14 ára síðan þá fór ég landi og var að kenna leiðtogaferli fyrir kennara og það fæddist svolítið hugmyndin að þessari rannsókn að skoða hvernig þeir upplifðu völd sín. Út af því að það kemur fram í öllum svona hóptímum og vinnutímum í þessum námskeiðum hvað þeir upplifa sér valdalitla. Og hingað er ég komin og það er sjokkarandi að heyra hvað finnst þér jaðarsettir hvað þetta varðar.
Má ég spyrja, er tilfinningi svo að þetta hafi verið betra eða skárra á árum áður? Já, sko, elsti kennarinn sem ég er búin að tala við núna, hann er 65 ára, er að fara að hætta. Hann talar 3 tímabil. Það tímabil þegar allir voru eins og kennarinn réði meira í sinni stofu og sá sami kennari, hann er búin að kenna í 40 ár næstu því að ef hann upplifa það að foreldrar koma öskrandi inn í skólastofuna. Það kom enginn í skólastofuna, það hafði eiginlega enginn samband fyrir 30-40 árum síðan. Og hún einmitt talaði það, þessi 3 tímabil einkennist af því að hún upplifði sig meira sem að ráða hvað hún kendi og hvernig og hvað, yfir í það að ráða mjög litlu, þannig að það virðist vera, og einmitt þessa orðræður sem kennarar ekki sig, sko, sem hafa ekki á valdi sínu. Og hún talaði einmitt mikla breytingar bara á nemendum og mjög mikla breytingar í foreldrakynslunum líka. Þannig að það virðist sem valdaleysi sé að aukast mikið. Bæði hefur breyst svona valdakerfið inn í menntakerfinu og hugmyndir nemenda og foreldra til hvers skólarnir eru og til hvers kennarinn er og hjá hverjum kennarinn vinnur raunverulega. Já, einmitt, já, það hefur breyst mikið. Samkvæmt það er svona, á þessum áratugum eru inni. Auður Magdís, kannastu við þessa svona sín sem kennararnir hafa á skólakerfinu? Þetta er náttúrulega ótrúlega áhugavert af því ég er líka svo glöð að það sé verið að gera þessa rannsókn af því að á Íslandi, af því að okkur eru vantað gögn nákvæmlega þetta á Íslandi en við vitum það að rannsóknir til dæmis frá Bretlandi sýna þessa þróun sko mikið lengra gengna þar og við erum kannski að sjá hana mögulega að byrja hér, mögulega dempari, ég veit það ekki, en þetta er náttúrulega, kemur líka út af líffrælshyggju hugmyndafræðinu að allt þurfa að vera svo skilvirkt, við þurfum að geta mælt allt, við þurfum að mæla nákvæmlega þekkingu nemenda í 4. bekk og 7. bekk og 9. bekk og við þurfum að standa okkur best í PISA. Að sjálfsögðu ef þú ert með samræmt próf þá er það gríðarleg miðstýring og það grefur svo mikið undan faglegu valdi kennarana. Þeir þurfa, sko, svo eins og núna erum við með að við byrstum opinberlega sem sagt samræmdu prófs einkunnir eftir skólum á Íslandi og það hefur farið, finnst mér ótrúlega lítil fagleg umræða fram hvað þýðir það og af hverju erum við að gera það og hvað gerir það við kennara, hvað gerir það við kennara sem er að kenna í litlum skóla út á landi eða í litlum skóla þar sem eru svo margir nemendur af erlendum uppruna sem ekki tala íslensku sem móðurmál og svo tökum við einhverja niðurstöður úr samræmdum prófum og ætlum að setja það sem mælikvarða á gæði starfskennarans og þetta er bara svo óréttlátt sem hugsast getur og það sem við vitum að hefur svo gerst í Bretlandi er að þegar þessi þróun fer af stað og það er markvisst grafið undan faglegu valdi kennara og það er markvisst grafið undan hinu almenna sveitarfélagsrekna skólakerfi er að fólk sér, hér er bara allt í rúst, kennarar veit ekkert hvað þeir eru að gera og hver er þá lausnin? Jú, það er svo að einkaaðilar koma inn og reki skólana og það er boðað sem lausn við öllum þeim vandamálum sem að fólki finnast, birtast í PISA-prófum og í samræmdum prófum. Svo er þetta náttúrulega spilar þetta inni líka með alþjóðavæðinguna, PISA-prófin koma sem einhvers konar keppni á milli þjóða, hver stendur sig best en við erum auðvitað ekkert að mæla þar hversu vel menntakerfi hjálpa okkur að vinna jafnrétti og réttlæti og lýðræði, gagnrýni hugsun, þetta er ekki mælt í PISA, þetta er ekki mælt í samræmdum prófum. Ef að kennar hefur gríðarlega áhuga að kenna þetta þá er sá kennari í rauninni í vanda því að honum er gert að kenna eftir miðstýrðum prófum sem kom ekki bara innan frá Íslandi heldur einnig utan úr heimi. En ekki viljum við hafa þannig að kennarinn sé svona kóngur bara inn í sinni kennslustofu og ráður söllu eða hvað? Er svo ofta spurt sko það hefur verið að tala svona breytingar á þróun eða hvað, viltu bara fara á árabátar aftur? Viltu bara fara í gamla skólakerfið? Nei, en við viljum hafa faglega stýringu á skólakerfinu sem að byggir á samvinnu fagstétta en ekki á nýfrjálshyggju boðorðum utan úr heimi eða eins og gerist svo oft næst er að skólastjórar eða þeir sem að stýra menntakerfum í
Í sveitarfélögum ekki lengur fagfólk á sviði menntamála, heldur fagfólk á sviði viðskipta. Af því að viðskiptin hljóta að kunna best að gera þetta skilvirkt og kunna að útskrifa sem flesta nemendur fyrir sem að henta atvinnulífinu og svo framvegis. Þannig að við viljum ekki fara þangað, við viljum hafa faglega stjórn og samvinnu, ekki þannig endilega hver og einn kennari sé bara alráður inn í sinni litlu kennslustofu, heldur við séum við samfélag sem heldur utanum skólakerfin okkar. Ok, þannig að það ekki þannig að við viljum fara aftur 40-50 ár, heldur það frekar eins og að við höfum borið að leið og verið að elta röng svona leiðarljós einhvers stóra leiðinni. Gætur við svona bent á það svona sirka hvenær þróunin fer eiginlega í vitlausa átt og hefði mátt þróast öðrum hætti annað? Erum við að tala síðustu 15 árin, síðustu 30 árin, síðustu 50 árin? Það kannski svolítið erfitt að segja það nákvæmlega af því þetta gerist heldur ekki 1, 2 og 3, þetta gerist ofsalega hægt á ofsalega löngum tíma. Þetta eins og froskurinn sem í pottinum og svo bara stillt á 2 og svo smá saman verður þetta örlítið heitara. Ég ásaldið erfitt með að segja til það að ég hef ekki nákvæmlega stúderað það hérlendis. En í Bretlandi sjáum við þessa þróun frá 7. 7. áratugnum að við hverfum frá þeirri hugmynda að skólakerfi séu til að efla lýðræði og jöfnuð meðal í samfélaginu og yfir það að skólakerfi séu til að þjóna atvinnulífinu. Við erum farin að sjá þá orðræði bara með fletti blöðunum. Svo orðræði orðin ansi ríkjandi á Íslandi. Ég sá það bara núna Háskóli Íslands var að útskrifa nemendur núna 27. júní síðastliðinn þá bauðst fólki að taka mynda sér fyrir framan svona stórt veggspjald og þar stóð Háskóli Íslands undirstaða atvinnulífs og framfara. En ekki undirstaða gagnrýnar hugsunar, lýðræðis, réttlætis, þau vitið, allt hitt. Við erum bara einhvern veginn skólakerfið á bara að vera til að smyrja hjóla atvinnulífsins og það grefur klárlega undan faglegu sjálfstæði kennara. Sú hugmyndafræði. Anna Kristín, það í þessu skólakerfinu svona sem það sem ákvarðanir teknar langt í burtu og ef maður reynir að heimferda yfir á heilbrigðiskerfið þá er náttúrulega landlæknir og skrifstofa Landspítalans og það ráðuneytið sem að þar situr fólk líklega ekkert síður þar með svona viðskiptafræðimenntun og stjórnunarfræðilega menntun alveg eins og þeir eru lýsa raunverulega inn í ráðuneytunum og fræðsluskrifstofunum. Og síðan eru starfstéttirnar, menntuðu starfstéttir sem eiga að halda upp í kerfinu, hjúkrunarfræðingar, læknar með sjúkraliðar og fleiri, sem að kannski upplifa það að þau séu valdalaus inni í kerfi sem að raunverulega eru teknar ákvarðanir þróun þess og breytingar út frá forsendum sem eru ekki þessu fagstéttum, eða hvað? Er þetta líkt hjá ykkur? Ég get svo sem bara tala það sem gerst á Landspítalanum og þegar Eiríkssyni var að tala þetta hvernig kennarar upplifa vald þá mér fannst það ríma mjög vel við mína reynslu sem hjúkrunarfræðingur vegna þess að hjúkrunarfræðingar ég þekki raunar ekki til nefna rannsóknir sem hefur gert sem hefur rannsakað akkúrat þetta en maður upplifir sem hjúkrunarfræðingur ekki sama vald kannski og áður, hvort það sem gott eða slæmt. Og eins ef að maður sem hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum til dæmis eða annars staðar vill upplifa einhvers konar vald, þá getur maður farið í það að vera millistjórnandi. Það er þetta sama viðskiptamódel á Landspítalanum eins og bara í hvaða fyrirtæki sem er. Þannig að mér finnst það mjög umhugsunarvert og þá kemur það beint inn á einmitt það sem að Auður Magdís var að segja að í þessu frjálshyggju kerfi þá hvort sem það eru nemendur, foreldrar, sjúklingar eða aðstandendur, þá eru þeir orðnir neytendur einhvers konar þjónustu sem að þau svo geta ákveðið hvort þau vilja þiggja eða ekki og þannig er það náttúrulega mikið í skólakerfinu. Og þannig náttúrulega stefnir heilbrigðiskerfið líka. Það er verið að einkavæða heilbrigðiskerfið í staðinn fyrir að fara liðskiptaaðgerð á Landspítalanum, getur maður að fara í orkuhúsið eða lækningu eða hvað sem allar þessar prívatstofur heita. Þannig að auðvitað rímar þetta allt saman, þetta rímar allt mjög vel, en ég veit ekki hvað það sé þetta alveg beint
já, hvort þið þetta byrja beint saman, sko, veit ég nú ekki. En ef þú tala hjúkrunarfræðingi sem vill hafa vald og verður deildar hjúkrunarfræðingur, að skólafólk hefur lýst þessu þannig að einu sinni voru skólastjórarnir svona fremstir meðal jafningja, meðal kennaranna og voru með faglega forystu, en síðan með nýfrjálshyggjunni eða þessum breytingum, þessum að ef við krefjast skilvirkni og svona, þá eru þeir svona dregnir eiginlega út úr hópnum og eru látnir framfylgja ákvörðunum skilvirkni og bætta nýtingu fjármuna og fleira sem að koma annars staðar frá og eru raunverulega innleiðing kannski fólksins með budduna inn í faglega starfið. Þeir eru að ganga í erindi raunverulega sem eru teknar annars staðar. Getur ekki verið að þetta í raunverulega við deildarhjúkrunina, þannig að þóttu fáir meiri völd með að vera hjúkrunarfræðingur að þá færðu raunverulega bara möguleikin á því að vera inn í herbyrginu þar sem ákvörðunar teknar en ekki kannski út frá þínu fagi. Jú, það náttúrulega algjörlega þannig og þannig það bara með millistjórnendur yfir höfuð hvaðan sem þeir eru, sko. En það náttúrulega, þetta tvíeggjað sverð, sko, vegna þess að ég sem foreldri líka vil hafa einhvern ákvörðunar rétt hvað skóli valinn og svo framvegis, sko. Og einnig sem aðstandandi, þú veist, hvað ætli heimili vilja amma mín fara á og maður vil svona vita hvað hvernig þjónustan á þannig að en svo kemur sko hinn hliðin á peningnum svo að þá maður komin í þetta hlutverk sem sko neytandi en ekki sem sko það oft talað á Landspítalanum og það talað að sko að það eitthvað sem heitir sko sjúklingaboðorðin af því að það alltaf að reyna að hvetja sjúklinga til að taka virkan þátt í sinni meðferð af því að þegar fólk leggst inn á spítala þá náttúrulega allar eigur af manni teknar sko nánast maður má ekki vera í sínum eigin fötum og maður greindur eftir kentölunni sinni þannig að þetta svona mjög ópersónulegt umhverfi og fólk vill oft verða þannig að sjúklingar bara leggjast flæddi sama hversu veikir þeir eru sko hvort það sem botlangataka eða eitthvað verra sko en það oft verið að sko reyna að fá fólk til að taka meiri þáttöku í sinni meðferð eða í sinni þjónustu sem þau eru að fá sko. Og það náttúrulega bara þú veist, hinn hliðin á peningnum þá svo sko að fólk fer að velta fyrir sér hvaða þjónustu ég að fá gæti ég fengið hana betra ef ég borga aðeins meira þarna. Þetta mjög erfitt, það mjög erfitt við þetta. Sérstaklega þegar kerfin orðin svo stór eins og núna sko. Það náttúrulega ekki hægt að bera saman hvernig það var áður, hvort sem það skóli eða heilbrigðisþjónusta sko. Ég ætla bara að koma með örstutt innskot að það sem að Kristín að segja að auðvitað vill maður sem foreldrar geta valið bestu þjónustuna og svoleiðis en þar sem að sú hugsun gengin mjög langt í þar sem að skólaval bara einhvern veginn mjög útbreitt að þar hafa verið að gera rannsóknir á því hvort að foreldrar vilja að þeir geti valið. Hvort myndir frekar vilja að hverfisskólinn, þú geti verið viss það að hverfisskólinn myndi þjóna barninu þínu og það fengi góða þjónustu, góðan mat, fengi að þróa það hæfileika sem það hefur og svo framvegis. Eða viltu fá að velja úr 20 skólum í þínu sveitarfélagi. Að mjög margir segja nei, við getum verið viss að hverfisskólinn sem næst okkur væri frábær, þá myndi ég frekar vilja það. Þannig að sko hugmyndin valfrelsið, okkur svo tamt að hún sé bara heilug og það sé bara klárlega alltaf gott að velja. En það ekki endilega alltaf þannig. Það má alveg setja spurningamerki við það sko. Ef við myndum bara tryggja að hverfisskólinn væri frábær, væri það ekki betra? Bara pæla? Já, einmitt. Það algjörlega og maður getur líka velt fyrir sér hvað fólk að velja? Þú veist. Ef eins og maður tala út frá heilbrigðisþjónustunni, fólk að velja sem sagt bestu þjónustuna, helstu sérfræðingarnir náttúrulega Landspítalanum til dæmis og það ákveðin svona bara öryggismenning og alls konar staðlar sem að prívat klínikar geta svo sem ekkert náð eins vel, hefði ég haldi en sko, hvað þá að velja með að fara á prívat klínik? Jú, þú ert að komast fljótar að þú þarft ekki að vera 4 manna stofu þú ert að velja burt ákveðið sko þú ert í rauninni að sko
þú ert ekki að velja bestu meðferðina, heldur þú ert að velja hvað hentar þínum staðli eða þínum forréttindum best, skilur þú veist, ég meina, og það eins með foreldrana, sko, vill maður að hvernig vill maður á barnið sitt umgangist, til dæmis. Já, rannsóknir sýna og rannsóknir sýna það að fólk aðalega að velja hvar mín stétt, hvar fólk sem eins og litin og ég og með sama menningabakgrunn og ég, hvar það ég að velja samskóla. Já, einmitt, sko. Þannig að þetta sko, það val náttúrulega alltaf tálsýn, sko. Þú veist, þegar maður fyrir að tala út frá, sko, stétt og nýfrjálshyggju, þá val alltaf einhver tálsýn. Við höfum ekkert val í raun og veru, sko. Þú veist. Það er svona umræða, sko. Eiríksson, má ég aðeins staldra við þetta, því að þú varst að tala kennara sem hafði kennt í 40 ára, sem fyrir 40 árum að þá komu bara voru lítil samskipti við foreldrana og núna eru þær að tala eiginlega svona tvenns konar möguleika sem að eiginlega óhjákvæmilegt að verði til. Það annars vegar vilji fólks, foreldra og nemenda til þess að hafa eitthvað með að gera hvernig sko þjónustan eða kennslan fer fram. En svo Auður Magnús líka að tala hvernig fólk raunverulega velur á milli með því að bara fara með barnið í annan skóla þar sem á að vera betra umhverfi með einhverjum hætti eða líklega að barnið sleppi inn í efri millistétt ef hann í réttur sölskap eitthvað slíkt þar sem að fólk svona lappar og svona góð shopping eftir hvað besta þjónustan annars vegar og svo hins vegar svona bara krafa raunverulega að hafa meira með að gera hvernig menntunin hvort sem að þær kröfur eru byggðar á eðlilegum forsendum eða ekki, ég ekki að tala um það heldur. Ekki óhjákvæmilegt að þessi þrýstingur komin í kennslustofuna? Jú, hann er komin af því að það bara talað í frjálshyggjunni og allt það, þá litið miklu meira núna að kenna á skólana sem framleiðslufyrirtæki sem eiga að framleiða góða kennslu og það að mæla, það mjög miklar mælingar. Það átti ekki friði fyrir alls konar prófum og mælingum og það sem mest rætt náttúrulega PISA og það þá, þú getur ekki valið skólanum eftir mælingum. Það ákveðin tölfræði, hvað margir nemendur af erlendum uppruna, hvaða kríteríur ætlar fólk að velja börnin sín inn og þá litið á það að kennarinn þá að framkvæma ákveðna þjónustu sem kennslan ef hann ekki nógu góð eða skólinn ekki nógu góður. Það svo margt sem þú getur valið, það enginn sem fylgist svona, það mjög fá störf sem eru svona mikið mæld og það mælingar gerðar opinberar og það að þetta á að vera skapandi samfélag sko, en þá samfélag að búa til alls konar mælitæki á það stangur svolítið á við það, kennarar vilja fá að skapa, vilja hafa rými til þess og svona andrými og þeim sem gert það kleift og ég hef nú spurt, eina spurningar sem ég hef spurt kennara hvað þeim finnst hafa utanaðkomandi áhrif, hvað áhrif þeir telja hafi áhrif á skólastarf. Það eru mjög margir sem að nefna almannaróm og það held ég út af því og ég hef veltið mikið fyrir mér undanfarið hvort að sé að því að Ísland svona lítið land að vera svona fámenn að það alltaf verið að skammast út í kennara. Þeir eru eins og kannski ensku the shamer and the shamed, þá eru foreldrar og þessi almannarómur það sá sem skammar, meðan að aðalega kennarinn sá sem skammaður. Þeir tala einmitt PISA, ef vel gengur, þá skólanum þakkað fyrir ekki kennarunum, en ef gengur illa þá þeir skammaðir, teknir á teppið, þannig að þeir fá heldur ekki taka þátt í jákvæðri orðræðu sig. Þannig að það líka allar sem mælingar á PISA og þetta með framleiðsluna. Ég veit ekki hvernig fólk ætlar að velja, það misjafnt eftir hvaða áhugamál þú hefur, hvaða skóla þú velur fyrir barnið, þetta hvernig þú lítur, hvernig þín gildi í lífinu, af því að það verður að mæla alltaf meira og meira, þessar mælingar eru bæði dýrar og tímafrekar. Kannski má gera eitthvað annað við þetta. Og ég má skjóta aðeins inn í bara þarna og líka sko hverjir hafa frelsi til þess að velja. Það náttúrulega sérstaklega með skólana sko og náttúrulega líka með heilbrigðisþjónustuna. Það hefur ekki allir hvorki peninga neða aðrar forsendur fyrir því að velja þessa neysluvöru sem að menntun og heilbrigðisþjónusta orðin sko. Aðeins varðandi mælingarnar, Eiríksína,
Það stundur sagt að það sem við mælum það gerum við og krafan skilvirkni oft þannig það fundum bara það sem við getum mælt að við eldum það. Svo getur verið eitthvað í lífinu sem að kannski mikilvægara en eiginlega illmælanlegt. Getur það verið vandi í skólastarfinu að góð kennsla, góðu kennari, það eiginlega ekki hægt að mæla það miklu mætti, kannski orða kannski öðruvísi. Við erum ekki ennþá búin að finna upp leið til að mæla það svo gagsi af. Það ekki að mæla það sem kennarinn upplifir og það til dæmis mjög skemmtilegt hvernig kemur fram hjá þeim. Þeir eru almennt stoltið á starfinu sínu, þeir eru reyna að vera það og þeim finnst þeir, hvenær gengur vel, það þeirra að þeir sjá að nemendur læra. Þá þessi gjafaskipti sem fara fram sem eitthvað ósýnilegt hagkerfi í skólanum, þar sem að kennarinn gefur nemandanum gjöf. En þá þetta stórkostlega orð á íslensku endurgjöf. Ef við gjöfum endurgóndin í einhvers konar formi frá kennurum, frá foreldrum eða nemendum, þá líður kennarann betur. En ef hún ekki endurgóndin, þá það þessi vandræði og það oft snýst svolítið í kringum þessar mælingar, þá kennarinn skammaður. En honum finnst það að vera góður kennari og hann alveg búinn að hjálpa 10 að lesa allt þetta sem hann, þessa huglæga nálgun kennarans á eigið starf sem ekki mælanleg. En það eru flestir kennarar sem eru ánægðir með þegar gengur vel, börnunum gengur vel, en þeir geta ekki mælta. Þeir sjá það bara í augunum, þeir sjá það bara, það eitthvað sem gerist, það þessi hughrif og þessi áhrif sem þeir telja sig hafa nemendur sem skipta þá máli, en ekki mælingarnir. Ég veit ekki, Eiríksína, þú getur kannski sagt mér, hefur farið fram einhver svona umræða meðal, kennara, því nú ég ekki kennari á grunnskóla eða framhaldsskólastigi sjálf, þessa opinberu birtingu samræmdra einkunna, því ég held að það hljóta að vera bara með beinum hætti, árás á faglegt sjálfstæði og bara lífsánægju og sjálfsvirðingu kennara að þetta sé birt með þessum hætti og því við vitum alveg að það er ekki verið að mæla hversu frábær kennarinn það er verið að mæla stéttarstöðu nemendana sem hann kennir. Já. Og þú veist, af hverju ekki bara einhver opinber mótmæli eða þú veist hvað, er fólk sátt við þetta eða hvað? Þetta kannski, af því þetta svona eiginlega viðtöl og taka langan tíma og spurt margt sem snertir líðan þeirra og starfsánægju og fleira. En þeir eru ósáttir við þetta, það finnst það skrítið að það eigi að fara að auka þetta og það er svona, en það eins og ég sagði áðan að kennarar hafa aldrei almennilega umliðnum áratugum eignast orðræðan sjálfa sig. Þegar að tala kennara þá þeir aldrei spurðir. Þegar að tala mælingar í prófum þá aldrei og þá mega þeir heldur ekki, þeir telja sig ekki mega tjá sig það sem kannski á þeim brennur varðandi eigið starf. Og það kannski mjög fáar stéttir sem að upplifa þetta svona sterkt eins og þeir að hafa gert. Eins og nú var það verkvöld en nú það og frítími og fleira. Og ég held að þessar mælingar þeir hætti sig bara ekki út á það forað að bara sjá svo það mikið núna þegar þetta að byrja, en þetta náttúrulega bara mjög umhugsunarvert að það líka bara að tala ekki kennara, það svo mikið keppni í þjóðfélaginu. Krakkar það er svo mikið keppni bara í þessu samfélagi okkar, bara í öllu. Það allir að hjóla hringinn, hlaupa hringinn þessum tíma, fólk má ekki, þú veit, og þetta inn í skólanum líka, allt sem hægt að mæla. Hvað sagði Gunnar Smára, það sem við mælum gerum við, það sem við gerum mælum við líka, það má snúa því að báða vegu og það öll þessi upp og allt þetta sem hægt að mæla og það alltaf að vera að mæla þau í lestri líka, lesfimi, það alveg gott og sjálfsagt en stundum getur að vera of mikið. En ég held að ég bara eftir að koma í ljós hver eignar sér orðræðinu þessa birtingu einhverna og hvernig hún mun svo fara fram. Ég get ekki svaraði almennilega betur. Jæja, Kristín Már, nú ætla ég bara koma og sendi bíl og bakka inn til þín með þessi kerfi og það þarf eitthvað að gera við þau því að það er komið fram það er ekki alveg ljóst í hvaða tilgangi þau eru í hvaða tilgangi þau að búa til menntun til hvers hún eins og Magdís benti á. Það við menntum fagstéttirnar inn í kerfin til þess að sinna það störfu en tökum jafnframt af þeim vald það hvernig þau sinna sínu störfi með því að flytja ákvarðanir
á skrifstofur út í bæ, þar sem fólk kannski sem stjórnunar eða viðskiptamennað sem að skapa ramman og setur svona skilgreiningun á það til hvers á að reka þetta. Við erum búin að vera svo lengi í þessu kerfi að sko neytendurnir eða þeir sem að þiggja þjónustuna, foreldrar, kennarar og líklega sjúklingar líka koma inn og hitta kerfin með kolrangar hugmyndir hvað þeir eiga að vera að fá. Þú að laga þetta núna, þú hefur einhverja nokkra mínútur í það. Já, en það sem að blasir við að kennarar og heilbrigðisstarfsmenn hafa ekki rödd í ákvörðunartökum. Það bara blasir við að kennarar hafa hvorki nægilega beina aðkomi að sko raunverulegum ákvörðunum innan kerfisins í tengslum við ráðuneyti og svo framvegis og heldur ekki að virðist allavega því sem svona af máli Eiríks að heldur ekki vettvang eins og bara í verkalýðsfélagi eða sínum fagstéttum og það virðist ekki vera virkt samtal einu sinni þar sem kemur pínlegt óvart, verði að segja, og ég held þessi var ráð að byrja þar, að mynda einhverju samstöðu meðal kennara að þeir eigi að vera virkari þátttakandi í þessum ákvörðunum hvað mælt, og með það kemur skýrt fram í þessu máli, það skiptir mjög miklu máli hvað mælt og við vitum svo sem að þessi mælikvarðar sem við verið að nota eru staðlaðir og henta ágætlega til þess að svona búa til skírteini sem hentar atvinnulífinu mjög vel, menn atvinnulífið vill að við búum til skírteini sem hjálpar fólki að flokka inn í vinnustað og svo framvegis einfaldir mælikvarðar á hæfileika fólks og svo framvegis sko. Og við sjáum, þú veist, að það vantar að þeir sem að vita hvað mest málin á gólfinu, að þeir séu með meiri að taka ákvörðunar. Að það eru sérfræðingar sem eru að taka ákvarðanir en maður velti því samt fyrir sér, þú veist, undir hvaða áhrifum þeir eru. Við sjáum til dæmis að nýlega það var ákveðið að stytta framhaldsskólann í Íslandi og svo ákvörðun var, að minna svona utan frá sér, virðist það fyrst og fremst það ákall kom frá viðskiptalífinu, að bara koma fólki fyrir út á vinnumarkaðinn. Og sko meira svo að sérfræðingar hafi örugglega verið með í ráðum með þá styttingu, þá veit ég var mikið af mótbárum innan úr skólakerfinu og háskólaumhverfinu og svo framvegis. En samt sem að þegar styttingin fyrir fram og þá var ekkert lagt í, sko, þetta stór breyting á menntakerfinu og svona til marks sko, við mælum rosalega margt, en stundum mælum við bara ekki neitt, sko. Við styttum framhaldsskólann og það í raun og veru ekki lagt upp með sko neina sko símælingar eða mælingar á hver áhrifin eru. Og sko stjórnar andstöðuþingmaður sem fer fram á það að þessi borið saman hvernig námsárangur þeirra sem fóru í styttri námsbrautir með 4 ára, hvernig þeim gengur í háskóla og skýrsla á ráðuneytinu bendir til þess að það sé talsveit lakari námsárangur í háskólanum hjá þeim sem voru 3 ár. En þetta var ekkert á dagskráinu sem fylgjast með, sko, þú veist, varandi styttingu framhaldsskólans. Það var bara ákall að koma fólki fyrir út á vinnumarkaðinn, hvissbam, búm, kíla það. En síðan ekkert svona fylgst með árangur. En varandi að breyta kerfinu mínu, þú veist, já, fyrsta skrefið bara að hleypa, þú veist, fagaðalunum betur að. En það náttúrulega líka bara áhugavert að velta því fyrir, þú veist, hvort það þurfi ekki að fara að snúa hlutunum aðeins við. Páll Skúlason heitinn, rektor Háskóla Íslands, hann talaði oft það að háskólinn og akademísk menntun gæti haft meiri áhrif sko á viðskiptalífið heldur en viðskiptalífið á háskólanum. Þetta var svona ákveðin bjartsýni hjá honum sem ég held að mjög margir myndi segja hafi ekki orðið að veruleika. En ég held að það sé mikið til í, það stendur í aðalnámskrá grunnskóla mjög svona fögur fyrirheitum að skólinn sé til þess að kenna lýðræðislega og gagnrýna hugsun og þjálfa borgarana til þess að vera gagnrýnir og virkir í þátttöku í fyrirtækjum og atvinnulífi og lýðræði og svo framvegis, sko. En eins og við komum fram, við mælum það ekki neitt, sko. Við erum ekkert að spá í því. Og við reynum að, sko, og hugmyndunum sko að kenna lýðræðislega þátttöku og virkni og gagnrýna hugsun í hierarkískum stofnunum bara galinn. Af því að, sko, meðan þú ert með skóla sem eru með skólastjóra og skólastjórnendur og einhverju fyrir ofan þá sem hafa alvald niður á við og ætla síðan að kenna fólki að sko, nei, þetta sko flatur strúktúr og allir eru með og allir eru virkir. Þú veist, nemendur horfa bara á þetta og einhverju kennslustofu að segja að lýðræði sé virt og þú að vera virkur og þau horfa síðan bara á strúktúrinu í skólanum og hugsa, nei, ég veit alveg hvernig hlutinni gerast í alvörunni, hvernig kaupin gerast, sko. Það bara þannig að ef ég ætla að ráða einhverju þá þarf ég að vera skólastjóri eða millistjórnandi eða eitthvað svoleiðis. Það virkar ekki þannig að ég get eitthvað mætt hérna í samtali með mína jafningja og við koma okkur saman einhvern veginn að leysa hlutina. Það bara,
af hverju ætti ég að trúa því að einhver kennar í kennslustofu segir mér það þegar ég horfa á öll kerfin í kringum mig. Þar á meðal skólan sjálfan og hann virkar ekki þannig. Þannig að við þurfum auðvitað að breyta kerfunum, það eru flatari strúktúr, við þurfum að meira samtal, við þurfum að búa til rökráði ferli sem eru djúp og virk og við kunnum að búa þau til og að virkja það fólk sem hefur þekkingu svo framvegis og marka sýn og fókus, það er bara, fókusin er bara skakkur. Þú veist, það eru fögur fyrirheit, en því er bara ekki fyllt eftir. Þetta er svona, þú veist, hátíðar á tyllidögum, þá eru menn, þú veist, já, skólakerfi er allt lýðræði. En við ætlum bara að mæla einhver samræðupróf þú veist, lestur og starffræði. Þetta er allt skakkt. Og það sem er svo augljós lýðræðishallinn líka, í kerfi, að meira sko, það er bara eiginlega á öllum Vesturlöndum, þá er almenningur fullkomlega sammála þessi kerfi. Það vill meira, það sé meira lagt í þessi kerfi, ekki minna. Það vill að þessi opinber kerfin, ekki einkavætt og svo framvegis. Og þú veist, eins og Íslandi, það er engin deila meðal almennings þetta. Það er bara 80% eru sammála að þurfa að leggja meiri í þessi kerfi og vilja hafa opinber. Og rannsóknir eru algjörlega sammála því, en rannsóknir sýna mjög skýrt að einkavættu heilbrigðiskerfin miklu dýrari og með verri útkomu á heildina, heilsufarslega séð. Þetta er ekki einu svona debatt lengur. Þetta er bara áratuga rannsóknir sína fram á og ég nákvæmlega saman með skólan og með var. Ég bý í Bandaríkjunum og það er mjög augljós hvers konar kerfi svona val skilar. Það eru mjög ójafnir skólar. Mínir krakkar fara í alveg frábæran skóla, besta skólan í fylkinu. Það er vegna sem minn skóli er staðsettur í ríkasta hverfinu í borginni og það eru menntuðustu foreldrarnir. Þannig að þess vegna er það besti skólinn í fylkinu. Bara steinsnar í burtu eru aðri skólar í fylkinu sem eru miklu verri skólar og miklu verri þjónusta og allur aðbúnaður miklu verri. En það er vegna að það er búa svartir og þeir sem eru tekjulágir. Og það kerfi, það er mjög augljóst hverju svona valkerfi skila. Það skila bara mjög ójafnir þjónustu. Sumir fá alveg toppþjónustu, ég myndi segja hugsanlega betri heldur en að meðaltal í Íslandi. En aðri fá miklu verri þjónustu heldur en. Og það var það sem Auður var að segja áðan að hvort viltu, og ég held að svarið sé mjög augljóst út frá rannsóknum og reynslu, og þú vilt frekar kerfið það sem að meðaltalur allir skólanir betri og alls ekki kerfið það sem að sumir verða bara langt undir í lífinu vegna þess að einhverja aðrir fóru að njóta forréttinda. En samt er ofsalega sterk opinber umræða bara að vera að skrifa hér í blöðin ýmiss konar fólk bara að bara valfrelsi í skólamálum, það sé bara de facto gott. Og það sé bara klárlega að fara að vera betra fyrir nemendur, fyrir að vera betra fyrir Íslands þjóðfélag, að skapa samkeppni milli skólana, nemendurnar, þarlarla. Og þetta er sko, það er stundum eins og stjórnmálin séu bara sko fact resistant. Því að eins og Kristján Már bendir á, það er ekki debatt í fræðunum þetta. Þetta er vond hugmynd. Að hafa, að íta undir skólaval, íta undir nýfrjálshyggjuvæðingu skólana, samkeppni milli skóla. Þetta virkar kannski á einhvers svona pappír eða eitthvað, ég veit ekki einu svona hvort það virkar það, mögulega. En þetta virkar bara alls ekki í mannlegu samfélagi og við erum bara með sko mýgrút af dæmum það og við erum með svo mikið rannsóknum þetta frá svo mörgum löndum að sko félagsfræðingar sem sérhæfa sig í menntakerfum, þeir eru í alvörunni farnir að skrifa greinar að við ættum bara að fara að snúa okkur að einhverju öðru, af því að það sé bara augljóst hver niðurstaða allra greina sem að fjalla social justice og menntakerfi og nýfrjálshyggjuvæðingu eru og þetta séu bara endalaust endurframleiðsla á slæmum fréttum sem að svo samfélög og þeir sem að móta stefnuna taka ekkert tillit til og fólk talar hér bara ítrekað í íslensku samfélagi eins og ekkert hafi verið rannsakað og við getum bara svona, jú, þetta er örugglega góð hugmynd, gerum þetta. Og þetta er bara óþolandi. Þetta er ekki bara þessu segið, lýðræði heild er bara í vanda. Það er ekki bara, þú veist, stóri vandi lýðræðisins er sá að stjórnkerfin fylgja ekki því sem að fólki vill og heldur ekki því sem að rannsóknir hafa sýnt fram á sko með óyggjandi hætti sem skynsamlegt að gera. Og kalla bara eitt eins og þú veist að segja en við verðum að breyta kerfunum okkar, við verðum að breyta lýðræðiskerfinu okkar mjög fundamental, alveg bara verulega og það er til leiðir í því en það er frekar lítill áhugi meðal stjórnmálaflokka að ráðast í þá vinnu. Mér langar að koma með innlegg varðandi þetta að því að nú blandast COVID inn í það er náttúrulega hefur svolítið hrist til í okkar lýðræðiskerfum
þetta ástand sem búið að vera. Og allir kennarar sammála það breyttist námskrá og allt datt út og þeir voru sammála það að þetta væri besti tími sem þeir upplifað lengi. Þegar lýðræðið farið, það engin yfirstjórn, valdaleysi, við upplifum öll náttúrulega valdaleysi, þá þetta besti tími sem þeir hafa nokt að upplifa í sinni kennslu af því að þeir gátu bara haft náðaða stund. Þeir gátu kynnst nemendum. Það var ekki verið að mæla og prófa, þannig að þetta kom mér mjög óvart. Ég hélt að allir myndum bara vera í losti og hafa upplifað þetta sem mjög slæman tíma. Þeir höfðu ráðrúm til að ráða miklu meira sjálfir inn í sinni stofu og hvernig þeir tækluðu sína vinnu og nemendur, svo margir kennarar sem töluðu það, þeir voru miklu ánægðari því að foreldrarnir voru meira heima, það breyttist allt, þessi hraði, þessar mælingar og allt þetta og skilvirka lýðræðið datt út og valdaleysi sem öll upplifum, það var svona ákveðin samstæði því, nú skulum við hafa svolítið kósí, sko. Já. Þannig að það eru nokkrir kennarar sem ætla að breyta og skólar sem að taka til endurskoðunar sitt skipulag út af því að þessi áhrif hafi COVID á alla. Það er bara svona smá innlegg, af því að það snertir lýðræðið. Þetta COVID ástand svo fyrir ræðst djúpt að rætur þess að við höldum að sé lýðræðið, kannski eitthvað allt annað. Má ég spyrja þetta, Auður, nú fólki bara í business í heiminum líka að byrja að tala að skilvirkni bara ekki, það ekki hægt að reka neitt með það eitt að leiðarljósi og nú talað svona að við erum að taka upp eitthvað sem heitir segla, það ekki að horfa á bara þá sem skilvirkastur, þess að þau fyrirtæki bara falla við fyrstu kreppu, við erum að byggja upp reksturinn þannig að hann hafi seglu til þess að ganga í gegnum góða tíma og slæma tíma. Kristinn nefnir bara hýrakíið í skólakerfinu og mér fannst þess að hún var að tala að það geti komið bara réttari ákvarðanir það ef það veri meira lýðræði, að nemendurnir og kennararnir sem væri að vinna með þeim hefðu bara meiri áhrif og meiri völd, að það kæmi einfaldlega bara betri stefna og betri ákvarðanir út úr því. Það þannig að við ættum kannski að vera með fókusinn á þessu, hvernig valdakerfið inn í skólunum sjálfum til þess að knýja á breytingar á stefnunni, frekar heldur en að vera að ætlast til þess að kerfi sem kannski hýrakían slæmi sjálfum sér, mun kannski aldrei geta, eins og hann nefndi dæmi það geti ekki kennt nemendunum okkar lýðræðisleg vinnubrögð vegna þess að kerfið ósaði frá sér andlýðræðislegum áhrifum. Já, það gerir það náttúrulega, sko. Ég ekki sérfræðingur í breytingastjórnum, sko, en ég alveg að kaupa þá hugmynd að ef að við myndum breyta skólunum í lýðræðislegri stofnanir. Ég veit að börnin yrðu sáttari, ég veit að foreldrar, ég veit að þetta sem að Eiríkssyni segir, foreldrar farin að komin á kant alveg gargandi, en það líka afleiðing af því að millistéttin og efri millistéttin að upplifa svo mikinn kvíða gagnvart því að mögulega verði stéttafall af því að það aukið bil á milli ríkra og fátækra og þá það bara svo mikið undir að barnið þitt fái réttu félagsþjónustu og réttu kennsluna að þetta hefur líka verið dokumentera sérstaklega hjá mæðrum að það þeirra hlutverk að sjá til þess að barnið ekki bara fái ást og hús og húsaskjól og mat heldur fái frábæra menntun og þegar við erum komin í þetta nýfrjálshyggju umhverfi, foreldrahlutverki, þá þessu foreldrar sem koma stormandi inn alveg öskureiður, Þannig að mögulega væri það líka lausn á því vandamáli ef að við gerðum einhvers konar meira samtal inn í skólanum og í alvörunni lýðræðislegt og ekki bara þannig að foreldrar sem öskra hæst og með bestu tenginguna og mesta social capitalið fái völdin, heldur í alvörunni ef við setjum völdin í þverskurð foreldrana og þverskurð nemendana og kennarana og fagfólksins og það sé, já, ég alveg á því að það þurfa að vera fólk einhverstaðar á einhverju skrifstofu að pæla í hlutunum, en að það fólk sé í alvörunni fagfólk, en ekki viðskiptafræðingar eða stjórnmálamenn eða eitthvað, heldur fagfólk sem tekur mið af rannsóknum og svo framvegis. Þannig að já, ég veit ekki með seglu samt, ég veit ekki hvernig hún kom inn í þetta. Það var svona formálihæður sem að datt svo út, því ég mjög
skeptísk á það hugtak líka, sko, en það kannski frá annar hlið, því að siglan gerir alltaf ráð fyrir að þú lendir í einhverju agalegu og svo áttu bara að brosa gegnum tárin og bera harmdinu hljóði og bara... Þetta ekki hugsað þannig. Þetta hugsað þannig þetta úr viðskiptafræðinni, að því ég nú svona, að þið voru að tala svolítið mikið hana, þá ég eiginlega að benda á að hún meira segja búin að yfirgefa þessar hugmyndur að það sé þetta skilvirknina eina. Og þá sagt sem svo að þú getur ekki haft bara skilvirknina eða arðsemina sem eina mælitækið í stjórnborðinu þú ert að keyra fyrirtæki, heldur verður að gæta því að þú farir vel með verkafólkið, þú farir vel með náttúruna, að þú fittir vel inn í samfélagið og lifir þar í sátt við samfélagið og annað slíkt og þessi áhrif með augan á fleiri atriðum veldur því að fyrirtæki hefur meiri seglu og getur lifað af verri tíma. Þetta var þannig hugsun, þetta ekki hvað að maður bara endalaust að býta á jaxlinn. Okay. Ég ætla að fara aðeins í heilbrigðiskerfið og Anna Kristín, ég ætla að viðurkenna það að ég er stundum á Facebook og uppáhaldsstatusarnir mínir fyrir utan myndir af köttum er fólk sem er á Landspítalanum eða hefur þurft að leita til heilbrigðiskerfisins. Og það sem svo fallegt við þessa statusa að fólk svo rosalega þakklátt og það svo ánægt þegar það kemst inn í heilbrigðiskerfið og fær þjónustu frá fagstéttunum og það byrjar að þylja upp nöfnin á fólkinu, forsætisráðherra Breta skýrði nú barnið sitt eftir einum af læknunum eða tveimur af læknunum og við kannumst við þetta að þegar þú sleppur inn að þá verður fólk alveg svo yfir hissa hvað vel séð mig, hvað vel tekið á móti mér, hvað þetta frábært fólk sem sinnir þessu. Og ég velti alltaf fyrir mig þegar ég lesi þetta, hvaða hugmyndir hafði fólk áður en það fór inn og þá það hugmyndir sem að þú horfir á heilbrigðiskerfið utanfrá og það myndin sem þú sérð kannski í almennu umræðu þar sem að fólkið á skrifstofu landlæknis og skrifstofu Landspítalans og í ráðuneytinu að tala það sem verið að tala anda heilbrigðiskerfisins og þetta það tilfylgir sem við höfum en þegar við sleppum inn og hittum fólki sem að raunverulega sinna sjúklingum að þá það bara aðeins og annur veröld. Og ég spyr mig alltaf þegar ég lesa þetta, af hverju þetta fólk ekki látið stjórna uppbyggingu heilbrigðiskerfisins heldur en hinir sem við sjáum sem ekki sinna sjúklingum og það sem ég að velta fyrir mig hvort að sá sem ekki sinni sjúklingum, hvort hann getur umverulega átt að segja á því hvað þetta er. Það sem svo áhugavert við þetta, því að mér mjög hugleikið núna undanferði þetta með millistjórnendur innan heilbrigðiskerfisins og svona einmitt valdeflingu hjúkrunarfræðinga og svona. Og það sem áhugavert til dæmis Landspítalans að flestir stjórnendur, hvort sem það eru milli eða yfirstjórnendur á Landspítalanum eru hjúkrunarfræðingar. Og eru þá hjúkrunarfræðingar sem hafa flestum tilfellum hafa verið þá að vinna með sjúklingum og svo hafa fært sig upp goggunarröðina. Annarkvort hægt að vilja vinna þrískiptavaktir eða mennta sig meira og alls konar ástæða fyrir því en þannig að allavega innan Landspítalans og innan heilbrigðiskerfisins það það þannig að það eru yfirleitt læknar og hjúkrunarfræðingar sem eru stjórnendur og eru allavega að stjórnast innan Landspítalans og þá kemur upp svona þessi syndikalisti í mér að leið og manneskja koma með einhver ákveðin völd þótt sem hún sé millistjórnandi eða yfirstjórnandi það skiptir í rauninni ekki máli hvaða menntun hún hafði eða hvaða starfi hún gegndi einu sinni vegna þess að þú ert komin inn í einhvern ákveðin valdastrúktúr og inn í eitthvað ákveðið starfsmynstur sem að gefur rauninni ekki tækifæri á að vera hliðhollur starfsfólkinu eða fólkinu á gólfinu heldur þú ert þá að vinna í þágu yfirstjórnanda ráðuneytisins þannig að það nú ég held að þú veist, þetta eru lögfræðingur og viðskiptafræðingur að vinna á Landspítalanum en það hafa yfirleitt ekkert með held ég umönnunina sjálfa að gera þannig að eins og í skólunum þá það lítið kannski svo á að það auðveldara að kenna kennara á Excel, þannig að getur verið skólastjóri og rekið fjárhagsáætlunina heldur en að kenna viðskiptafræði eitthvað skólamál.
Þannig að það líklega sama í heilbrigðiskerfinu að það er eiginlega fljótlegra að innleiða svona stjórnunarkröfunar inn í fagstéttunar heldur en að fara að klæða viðskiptafræðingin í slopp. Já. Svo eru sko náttúrulega þessar stofnanir, hvort sem það er sko menntastofnunin eða heilbrigðisstofnunin sko, þetta er náttúrulega bákn. Þannig að þó svo að maður hafi fögur fyrirheit og ætli að aldeilis að fara inn í þetta og breyta kerfinu, af því að það er nú orðið svo ómögulegt, að þá held ég að það sé hægra sagt en gert, sko. Það eru bara alls konar tálmanir, þannig að ég er yfirleitt oft mjög skeptísk á að þessar hugmyndir að breyta, sko, kerfinu innanfrá eða ég einhvern veginn er of svartsýn sko í einhvern veginn að geta að romantisera yfir því sko. Já, þú vilt róttækari breytingar og hraðari. Já, ég vil bara, þú veist, það þarf að bylta alls konar í samfélaginu okkar sko og ekki breyta því. Eiríksína, má ég spyrja aðeins út frá þessu? Ég veit að þið kannist örugglega við þess að það að vera fyrir utan heilbrigðiskerfi og sleppa svo inn. Ég er á biðlistum eftir hinu þessu að vera 3 ár sko, þannig að í þeirri stöðu sem ég er núna þá er ég bara pirraður út í heilbrigðiskerfið, en ég veit alveg að þegar ég sleppa hann inn að þá verð ég þakklátur. En þetta er ekki alveg svona í skólakerfinu. Er ekki skólakerfið eiginlega verð fallið að þó svo að við komum inn, eins og þú hefur verið að tala að þá er ekki mikil svona umræða sko þakklæti okkar gagnvart kennurónum eða því starfi sem þar fer inn. Við sjáum þetta kannski mögulega líki því að krafa hjúkrunarstéttarinnar virðingu í sambandi við launakröfur og breytingar á vinnutillögum og bara verkfallsaðgerðum eru miklu meira áberandi og kröftugri heldur ná sér stað meðal stéttanna sem inn í skólakerfinu. Það er eins og þær séu skólakerfið sé lengra gengið. Já, gengið þá aftur á bak, eða ekki? Já. Já, ég held að þetta tengist þessa hugmynd að skólarnir eigi að vera framleiðslustofnun sem framleiðir ákveðna vöru og ef þú ferð ákveðna vöru og fólk segir ég er búin að borga skattana mína þá eru rétt á því þá þarf ekki að sýna þakklæti. En þetta er nefnilega mjög áhugaverð og þetta er góð spurning því að ég er að skoða núna sérstaklega upp úr þessum viðtölum þetta hagkerfi gjafaskipta að kennarinn hann upplifir sig í vinnunum sinni, hann er ekki að horfa á kaupið sitt og þeir tala flestur þetta og allir að þeir gefa ákveðna gjöf. Vinnan að nemandi læri eitthvað, verði betri í einhverju, verði betri manneskja, komist til manns og þeir sjá það að það er gjöfin til kennarans. Og sé sú gjöf endurgoldin, með því að nemandi lærir og er þakklæti foreldra, þá lýsa kennarar miklu þakklæti. Þannig að þetta er svona æsirgjöf til gjalda, þú vilt fá eitthvað í staðinn. Þeir vilja meiri virðingu, en ef að gjöfin er ekki endurgoldin, sem er þá andstæða þessa þakklæti, þá er það einhvers konar svona gjörningar, orðræða, öskurinn í kennslustofum, það er verið að hringja búið að fá sér rauðinn á föstudagskvöldi, það er svona mjög kemur óvart hverju fólk lýsir í samskiptum við foreldra, en það er nauðsynlegt og það kannski þeir upplifa ekki þessa virðingu, en þeir eru alltaf ánægðir nemendur sína framfæri, þeir sína þakklæti og það hefur verið að hlaupa nemendur til kennarans og knúsa hann, ef ekki síðan í 20 ára, svona, þú veist, þeir lýsa svona augnablikum og þá ljóma þeir. Þetta er svo margbreytilegt starf sem þú veist að vinna þessu ólíkt fólk og ólíka foreldra, þetta er svo fjölbreytilegt og það sem flestu kennustu finnst bæði jákvætt starfi og neikvætt. Hvernig þið geta samræmt þetta alls saman. Það sem þú ert að lýsa er raunverulega ekkert í umræðinu skólastarf eða kennarastéttina. Það er rætt launin þeirra, það er rætt námsárangur samkvæmt PISA, það er rætt þarfir atvinnulífsins, það er ekki rætt þennan mörguleiti galdur sem þú ert að lýsa í mannlegum samskiptum sem að kennarastarfið er. Já, og þeir lýsa því mjög vel kennararnir sjálfir og líka í samskiptum við foreldra. En það held ég þetta sem eins og ég sagði áðan að þeir stjórna ekki orðræðinu sig og það er líka hort svo mikið og þegar að velja einhver í PISA þá er það skólinn sjálfur sem eignar sér heiðurinn eða foreldrarnir, þá er þeir ekki með og ég benti líka áðan ef að illa gengur í einhverjum samræmdum prófum þá er þeir heldur ekki með. En leið og það gengur, ef vel gengur þá er þeir ekki með, leið og illa gengur þá er kallaðar á teppið.
Þannig að þeir eru líka svolítið mikið í vörn. Þeir verða svona áfræðilega varir við að þeir hafi ekki völd, þá er þessi skammarorræða sem er mjög rík í orræðinu kennara. Þeir þurfa að skamma sín og þeir segja mér oft, ég skammaðist mín svo mikið, svo var ég skömmuð, ég bara veit ekki við hvaða stéttmækjarnir tala sem segir svona oft að skamma sín og vera skammaður. Við erum að tala fullorðið fólk sem er með háskólamenntun og mikla starfsreynslu og er að reyna að gera vel í vinnu sinni, en það er alltaf hrætt við að verða skammað af mjög mörgum. Skólastjórnendum, foreldrum, börnum fann að skamma, þau eru að drega hortu, skilst mér líka liðnum árum. Þannig að það er þessi óttinn, þessum skammar menning í rauninni sem fylgir, skammarorðað, skammar menning, og þetta þarf ég að rannsaka svolítið mikið núna á næstu árum, hversu víðtæk hún er, og það var líka áhugavert að sjá þetta til dæmis hjá heilbrigðisstéttum. Það sem og það fylgir því líka, það er verið að skammast út í biðlistakerfi. Þegar ég bara er að segja þetta núna, þá er þetta ekkert ólík orðræða, þó það er margt líkt í henni. Við erum mjög mikið að skammast út í heilbrigðiskerfi, við erum mjög mikið að skammast út í skólakerfi, og ég veit ekki hvort það er eitthvað sér íslenskt fyrirbæri þessi skammarorðræða, en ég er svolítið sjokkur á þessum niðurstöðum mínum fyrstu, sko. Þetta er ekki sér íslenskt, og það sem að fylgir á eftir þegar við vorum svolítið vön þessu og allir farnir að trúa því að þessi kerfi séu bara glötuð og kennararnir og allir að þá hefst einkavæðingin fyrir alveg. Hún fylgir þessu, já. Fyrst kemur skammarorðræðan og svo einkavæðingin. Já, fyrst grefur undan fagfólkinu og kerfinu og svo einkavæðri, sko. En þessi galdur í kennslastofunni, þú talar þetta, Magdís, af þín eigin reynslu þegar ég var með fleira fólki vorum bara að tala hvernig var þetta að breyta heiminum, og þú talar að það gerist í kennslustofunni, meðal annars í samskiptum þínu við nemendur þína, og ég fór að heimta eitthvað meiri breytingar og þá skammaru mig fyrir að vera að smætta niður kennarastarfið og sjá ekki þennan mikilvæga galdur sem að þarna á sér stað. Ég er náttúrulega ekki mælikvarði eins en þetta sýnilega dæmi þess að þegar þú varst að bjóða upp á þessu umræðu mikilvægi kennarastarfsins að þá þáttastjórnandi fer bara út á tún og hann er svo óvanur svona tali að hann nærður sig ekki, sko. Já, einmitt. Þetta, sko, ég er ekkert búin að vera kennarinn eitthvað ofsalega lengi. Ég eiginlega bara, ég fór bara að læra félagsfræði og svo fór ég bara að gera eitthvað alls konar aðra hluti og svo allt í henni bara lenti ég í því að vera á svo lágum styrk fyrir doktorsnámið mitt og þá var ég bara sett í að kenna það sem ég væri þá að lesum og þá einhvern veginn, eitt leitt af öðru og allt í henni var ég orðin kennari. Og mér hefur allavega þótt þetta mjög skemmtilegt og áhugavert og já, ég er að vinna inn í einhverju hrikalegu kerfi og allt það, en ég er þó allavega ekki með samræmdpróf og PISA á bakinu eins og kollega mínir á öðrum skólastigum, sko. Og mér hefur þótt þetta mjög umbreytandi bæði fyrir mig og vonandi og held ég fyrir nemendur mína líka að ræða réttlæti. Ég er líka að ræða við bæði kennarnema en líka fólk sem er búið að kenna lengi og er að koma í endurmenntun. Og þar er ég að tala þetta sem ég hef verið að tala hér í dag. Hvað félagsfræðimenntunar getur kennt okkur orðræður, hvernig menntakerfi virka inn í samfélaginu og þess að þar. Og það er líka eins og að gefa fyrst fólki að drekka, af því þetta er fólk sem upplifir þetta á hverjum eins og degi, en hefur kannski ekki lesefnið eða rannsóknirnar erlendis frá til að setja þetta í þessu stóra samhengi. Og allt í einu fattaðu, það er ekkert að mér. Það er ekkert að mér eða mínum skóla eða mínum upplifunum og minni skömmu eða erfiðleikum eða hvað sem það er. Þetta er partur í einhverju stærra ferli nýfrjálshyggjuvæðingu skólakerfa og samfélaga. Og það er, og það er bara ótrúlega einhvern veginn gott og áhugavert að geta átt það samtal því að þau vonandi læra eitthvað af mér og af félagsfræðinu og ég læra af þeim. Af því að þau eru á gólfinu og upplifa þetta eigin skinni á hverjum degi. Þannig að það hefur verið áhugavert og skemmtilegt. Já, Kristín,
Það eiginlega alveg augljóst að það þarf að laga þessi kerfi, segjum þetta horfa á það bara vínsum hættu, við getum horft á það bara eins og þetta væri kjördæmið eitthvað og það þarf eiginlega, það er að laga margt í því, það er að laga stjórnkerfið í þeim, það er að tala og meira opinskátt til hvers þau eru svo að henni valda miklu og fá ekki bara ráða því að allt í einu er menntakerfið orðið svona undirteld í atvinnulífinu en það þarf að laga líka stéttarfélögin, þú bentir á það, kannski eru þau ekki bara nógu kröftug að gera kröfu aðkomu að ákvörðunum það hvernig kerfin þróast. Ég kem alltaf með svona trukk til þín, þannig að nú spyr ég bara, hvernig getum við gert það? Hvernig eigum við að laga þetta? Ég veit ekki hvort að einhver finnst þessi þáttur áhugaverður svona þessi kerfi en þegar maður ímyndar sér svona nú á að vera umfjöllun í Ríkisútvarpinu menntamál og þá ser maður fyrir svona borgarafund og þá koma fulltrúar fræðsluskrifstofan á ráðuneytisins og menntamálaráðuneytisins og það er svona stemmingin svo að þá er einn að sannfæra okkur eitthvað að kerfið eins og er gagnist. Þarf bara öflugri, kröftugri, meiri umræðu menntakerfið og heilbrigðiskerfið og hvað við viljum með það. Nei, eins og ég sagði það er að breyta kerfinu sjálf og ég held Hvernig breytur kerfinu sjálfum? Hver á að gera það ef það er ekki einhver undanfæri að því? Já, byrjum á undanfærinu þá. Talandi félagsfræði menntunar og þá er einn af feðrum, svo kölluðum félagsfræðina sjálfar, Emil Durkheim, að hann talaði mikilvægi þess og einn í stórum hluti sem ég skrifum. Ég tala að í nútíma samfélagi þá þurfti fagstéttur, fagfélag og þar með sagt kennarar og hjúkrunarfræðingar og heilbrigðisstarfsfólk að móta saman sín á hvernig þeirra fög virka. Og hann taldi að þetta var algjört lykilatriði í nútíma samfélagi sem að væru svona atomíserast sem allir væri að falla í sitthvora hópinn að það væri ekki skýr sín fram á við. Hann taldi að ein besta leiðin til þess að mynda framtíðarsýn og sameiginlega sín á hvert við erum að stefna væru svona fagstéttur og fagfélag. Það sem að þau kemur saman. Og þess vegna nefndi ég verkalýðsfélögin að því þau eru de facto á Íslandi virk og stór og burðug og geta einhverju leyti borið upp í slíka umræðu. Það þurfi ekkert endilega að vera verkalýðsfélögin, en það geta verið það. Þannig að ég myndi segja að undanfæri svona breytingar sé einhver leyti það sem var nefnt áður, að kennarar til dæmis að eigni sér orðræðina, byrji samtalið í sínum fagfélögum og fagstéttum og byrja að móta þess að sín hvert þau vilja fara. Síðan varandi breytingun á kerfunum sjálfum að þá eigum við alveg svona nokkrar góðar lausnir og nokkur góð ferli til þess að lýðræðisvæða, til þess að eru bara svolítið róbust og góð lýðræðisferli og það er sérstaklega það sem að eins og Auður lýsti bara nokkuð vel á þann, það sem við reynum að fá þverskurð. Við notum yfirleitt slembivalda hópa til þess að fá þennan þverskurð og við eigum bara svona talsveit mikið að góða rannsóknir núna á því hvernig hægt er að hanna rökræður meðal þessar hópa þannig að það skili bara mjög grúndíkt og góðum umræðum og góðum útkomum. Og sérstaklega þegar þessi hópar fá svolítið góðar og vandaða tillögur frá sérfræðingum. Þannig er ég að reyna að fletta saman það sem vorum að segja. Það er ekki hlusta á kennara og almenning og það er heldur einhvern veginn ekki hlusta á eins og háskólasamfélagi eins og Auður sagði annað, menn það er ekki debatt í háskólasamfélagi ákveðinni leið. En þarna gætum við gert það, við gætum fengið þetta almenning, kennara, nemendur jafnvel að borðinu í samræðu og rökræðu, en þau myndu þá fá að heyra frá sérfræðingunum hvaða tillögur liggi fyrir og hvaða rannsóknir liggi fyrir og rannsóknir á þessum ferlum sína að almenningur bara ansi góður í að hlusta á sérfræðingu og velja á milli og segja þetta held ég að hendi, þannig að við hann sé góður í að vera svona kviðdómur í eigin máli. Það kemur kannski ekki sérstaklega óvart, að fólk getur svona valið þokkalega milli, en þú veist, það er ekkert ferli fullkomið, en ég myndi segja þessa leið bæði inn í skólunum og í skólakerfinu sjálf og inn í ráðuneytum í þessum ákvarðanatökuferlum, og viljum við bara fá þennan þverskurð með. Við viljum fá allar raddir á borðinu, allar raddir fá að heyrast, og það er eitt af því sem er gætt í svona vönduðum rökræðuferlum er að það sé ekki bara hvítu, mettu, ríku strákarnir sem að fá að tala mest allan tíman, heldur umræða með stjórnaða fólki sem er þjálfa og gætir þess allar raddir fá að heyrast og þessi reynt að gæta jafnvægi umræðum.
Ég ætla að fá að taka fyrir hlutana því sem þú sagðir og bera það undir Önnu Kristínu. Hvað segir það? Að það hlutur fagstéttanna í heilbrigðiskerfinu að skipuleggja sig og ná völdum til þess að heilbrigðiskerfi verði ykkur bærilegt og sjúklíkunum bærilegt kerfi. Já, absolutt. Það okay. Ég er fullkomlega sammála því. Algjörlega. En það sko, mér hefur þótt oft ofboðslega góð taktík hjá þeim sem ráða, að skipa nefndir eða, þú veist, einmitt halda borgarafundi eða eitthvað svona ákveðið, sko. Og svo skila þær nefndir að þeir fundir einhverjum ákveðum niðurstöðum sem eru bara ansi góðar og allir fallast á það, en svo þeir náttúrulega ekki framkvæmdar af þeim sem hafa það vald, sko. Þannig, en ég meina auðvitað var ég fullkomnum heima að vera þannig að hjúkrunarfræðingar og kennarar sömuleiðis hefðu beint vald í og höfðu puttana í stefnu starfsins, auðvitað. Og þurfum við raunverulega að berjast fyrir því. Má ég skjóta inn í með þetta, því að punkturinn hún algjörlega rétt, skilur við. Ef náttúrulega lokatakmarkið að þessir hópar hafi raunveruleg vald, sko. Þverskurinn hafi, skilur við, ákvörðunarvald á minnstu einhverjum stórum hlutar, sko. En þangað til á meðan við höfum þessar veikútgáður sem við höfum svona ráðgefandi hópa sem koma fram með tillögur sem stundu góðar, að þá það einmitt fagstéttin sem ætti þá að fylgja eftir, sko. Það að því að fagstéttur á Íslandi og verkefnisfélög á Íslandi hafa völd. Þau eru raunverulega völd, sko, þegar þau koma sér saman og eru samtaka, þá geta þau í alvörunni þrýst á stjórnvöld og sagt, heyrðu, þessi skýrsla, hún á ekki verið í skúffu, hún á upp á borði, hún á ekki bara upp á borði, hún á að vera í framkvæmd. Og við ætlum að hamast á okkur, þá að hún kemur í framkvæmd. Og þess vegna, þú veist, það hluti sem að Durkheim var að hugsa, þú veist, að þú þarf svona samstöðu meðal fólks, annars fer þetta bara út í lofti. Og það sem náttúrulega svo fyrirgefum aðeins, það sem þetta alveg hárrétt og ef að Emil Durkheim hefði verið hjúkrunarfræðingur, það aldeilis verið frábært, sko, að fá svona nettir inn í fræðin og ábyggilega kennarum líka. En sko, það eitthvað við það að vera í umönnunarstjætt eða í fræðslustétt sem náttúrulega líka ákveði umönnunarhlutverk hlýtur að vera, eða hvað, Auður og Eiríksína, að vinna mjög krefjandi starfi í þágu annara í sjálfu sér, þá sko krafan að vera virk utan starfsins eða gera umfram það alltaf ofboðslega mikið og ofboðslega erfitt. En Anna Kristín, við verðum að geta gert það því að fólki sem að þjónar öðrum, sinni sjúklingum og kennurum og lifir í svona veitröfulega svona mannfélagið virkar, við viljum að það stjórni, við viljum ekki að þeir sem aldrei þjóna neinum séu að leggja línundar, þannig að við verðum að finna leið til þess að þeir sem að vinna með sjúklingum eða kennurum geti haft möguleika á að stýra þróun kerfisins. Og ég held að til þess að, til dæmis bara, ég tek bara hjúkrunarfræðinga, ég tala bara hjúkrunarfræðinga, sko, en ég ímynda mér að kennarar, og þá sérstaklega kennarar sem að kenna á menntaskóla og barnaskóla leveli, sko, að ef að leið og að starfsumhverfið manneskjulegra, þá hafa þessir starfsmenn, eða þetta verkafólk, hefur þá meiri tök á því að láta til sín taka út fyrir, sem sagt, eða á þessu leveli sem að þið eru að tala sko. En á meðan að kennarar og hjúkrunarfræðingar eru punkteraðir eftir hverja vinnuvakt, eftir hvern vinnudag, það náttúrulega lítil orka eftir til þess að fara í einhverja umræðuhópa eða í nefndir þú veist, hvernig ég að gera hitt á þetta, sko. En þetta alveg rétt, ég alls ekki ósamanleikur, sko, en ég bara, að því ég er hjúkrunarfræðingur, þá ég algjört Excel-skjal og mjög rúðustrikuð og ofboðslega praktísk, þannig að ég yfirleitt svona gleðispillirinn, sko. Og þá verði ég að benda á þetta, sko, að á meðan að vinnu umhverfi þessara umönnunarstjætta eins og það þá auðvitað engin orka til þess að sinna neinu öðru.
og það náttúrulega þannig líka með sko verkalýðsstéttir og það náttúrulega þannig með bara hvaða stéttir sem vinna hart og mikið í erfiðum aðstæðum. Þess vegna hafa þau lítið vald vegna þess vegna þeim haldið niðri af starfsumhverfi sínu og af vinnuveitendum sínu. Eiríksína, við erum að tala okkur upp í svona verkalýðssjónarhorn á þetta að í skólakerfinu væri þá kannski fyrst og fremst verkalýðsfélög kennara sem að gætu breytt kerfinu, náð völdum í umræðunni og svo inn í kerfinu. Já, það almenn samstæðan það hjá kennurum að það hafi kennarasambandi ekki gert og gangi ekki nógu vel fram og til dæmis í eigna sér orðræðuna og standa vel með þeim og það var einn kennari sem orðaði þetta mjög vel, hann sagði að það bara eins og þegar fólk fer inn í kennarasambandi býður sig fram að kennarasambandi sé bara að bera mútaþrýðningu, svo heyrist ekki í því meir. Þannig að þetta svona kannski dæmigerð lýsing á því hvernig margir þeirra upplifa og ég man að þetta var svona þegar ég var að kenna, bara 20 ár sem ég hætti að kenna í grunnskóla, þá var þetta svona svipað, það var mikið af verkföllum og það hefur til miður ekki ánægja með og ég held að það byggist líka að það kannski ekki traust á milli sko. Og það verður svona mikið saman, það vantar traust og mér finnst það vanta að því að valdi verður alltaf að fylgja traust og ég held að það sé kannski það sem við hefum glemt aðeins að tala um í kvöld eða í dag, að það þetta traust sem ég finnst ekki ríkja almennt, hvorki alls ekki frá kennurum til þeirra sem stjórna, allt þetta sem fyrir ofan þá og það virðist ekki ríkja traust milli foreldra og kennara og það svo margir kennarar segja að traustið sé lykillinn þeirra starfi. Þeir að nemendur geti treyst þeim, þeir tala sjálfur mikið traust og þá í leiðinni líka svolítið vantraust. Þeir eru óttast að vera skammaðir og fleira og það ákveðið svona, þá treystur ekki umhverfinu og ég held að það sé með kennarar treysti ekki umhverfinu sem þeir eru að vinna við og fyrir. Þannig að þetta er svo marg sko, ég myndi segja margflókið umhverfi sem þeir eru að vinna í sko. Þetta er að taka tillit til margra aðila og taka skipnum frá mörgum aðilum og svo þeir inni í sinni kennslustofu að sinna kannski 26 nemendum og það kannski 13 þar með greiningar og þeir eru að reyna að þjónusta alla, þannig að ég myndi segja að þetta sé svona flókið en traustið, ég held að það rýrni alltaf meir og meir og það rýrnar af því að bæði út af sem við verðum að tala um þessar mælingar og svo margt sem kemur sem grefur undan trausti og ekki traust að vera einn af orðsteinum lýðræðis líka. Þannig að ég held að við þurfum að skoða það. Já, Magni, þú lýstir áðan svona áhrifum nýfrjálshyggjunnar á menntakerfið, hvernig hefði svona svektað niður. Einn af tækjum nýfrjálshyggjunnar er að brjóta niður verkalýðshreyfingu, sums staðar hefur það tekist það bara bókstaflega. Hérna á Íslandi er það kannski frekar að gera hana óvirkari og skilgreina hlutverk hennar þröngt, að hlutverki sé bara semjum kaup og kjör en kannski ekki gera kröfur uppbyggingu húsnæðis eða heilbrigðiskerfis og ekki atvinnulýðræði eða valdinn á vinnustónum og öðru slíku. Heldur að þetta sé hlutið af þessu, að gæti verið hluti af lækningunni að kennarasambandið og félögin þar undir setja sér markmið að raunverulega, hvað hefur að segja, ná völdum yfir kerfinu, stýra því að kerfið þróist upp þannig að þarna sé kennslað viti og sé bærilegu vinnustöður að vinna á. Það allavega ekki sem þetta eftir hef sem mælar á móti því að ég alveg sammála því sem að Kristín segir líka, sko, þetta væri ideal að við værum með einhvers konar slembið val kennara og foreldra og ýmislega til að móta stefnuna en að meðan að starfsumhverfið eins og það þá mætti kannski byrja á að skoða þá fulltrúa sem eru kjörnir til að gæta hagsmuna þessara stéttar. Þannig að já, ég, eins og segi, sé ekkert sem að sérstaklega meðlar gegn því, en á sama tíma þá er allt þetta í kringum kennarasambandi. Sko, ég þori varla að segja þetta orð, því þetta það er svo mikil pólitík og ég skil hann ekki. Ég er þetta ekki búin að vera nógu lengi í einhverju menntamálum og einhverju fræðslustarfsemi til að skilja hana, því þetta er bara sko geislavirkt málefni. Kennarasambandið og hvað það gerir og hvað það gerir ekki og hver er þar ekki og eitthvað,
að það eitthvað þar sem klárlega þarf að skoða og það væri bara mjög áhugavert ef að það gæti virkilega orðið þetta breytingarafl sem er klárlega þörf á. Það væri gott, sko. Ok, ég fer í það að reyna að búa til þátt kennarasambandið, einhvern veginn sérna. En mér heyrist að vera svolítið flókið, en ég get ekki lofa að við verið strax á morgun, ég þarf að setja mig eitthvað inn í þetta. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að setjast hérna við rauðaborðið og ræða þessi stóru kerfi og svona ýmsar hliðar á þeim, fyrst og fremst svona gengið út frá valdi og valdaleysi. Kristín Már Ársælsson, Eiríksína K.R. Ásgrímsdóttir, Anna Kristín Blöndal Jóhannsdóttir og Auður Magdís Auðurdóttir, kærlegar þakkir fyrir að koma hingað. Hlustendur þakka ég fyrir að hlusta og ég bendi á að þennan þátt og fleiri þætti á Samstöðunni má nálgast á síðu Samstöðunnar á Facebook og YouTube og þennan þátt má líka finna á podcastveitum. Svo hvet ég fólk til að fara inn á vef Samstöðurinnar, samstöðun.is. Þar getur fólk meira að gerst félagi í Alþýðufélaginu sem ætlar að styðja Samstöðuna til þess að halda úti róttækri og öflugri samfélagsumræðu í framtíðinni. En hlustendur þakka ég aftur fyrir tíma sem þau gáfu þessu í kvöld og svo sjáumst við aftur á morgun klukkan 8. Takk.